Krónan ekki eini gjaldmiðill sem flöktir eins og við séð undanfarin misseri og það alveg eðlilegt að fyrirtæki þurfa að vera í stakk búin að takast á við eðlilega gengisveiflur í rekstri. Hins vegar með þetta mikla flökt á krónunni undanfarin ár þá hafa fyrirtæki þurft að aðlagast hratt að breyttum aðstæðum, ákvarðanleiki í rekstri erfiðari og öll langtíma plön vera erfiðari. Fyrirtæki sem eru á erlendum mörkuðum, alþjóðlega eða með erlend tekjustreymi, þau geta fjármagna sig á erlendri mynt með lægri vöxtum og hafa þannig ákveðið samkeppnisforskot á fyrirtæki sem eru á innlendum mörkuðum með íslenskt tekjustreymi. Þannig að það sem ef við viljum virkilega byggja upp þjóð sem með þennan þekkingariðnað, þar sem við erum með íslenskt hugvit sem við getum búið til útflutningstekjur úr, þá þurfum við að vera með stöður í gjaldmiðil. Hjá Advania þá var hagkvæmt fyrir nokkrum árum að flytja út hugvit í sterkri krónu og nú nokkrum árum seinna í veikri krónu að þá erum við komin á þann stað að það hagkvæmara fyrir okkur að flytja inn hugvit. Þannig að við þurfum langtíma plan fyrir land og þjóð þar sem að stöðuleiki og fyrirsjáanleiki eru lykilatriði. Já, okkar viðskiptavinir eru í raun og veru þverskurður af þjóðfélaginu. Við erum með einstakling og fyrirtæki og ég held að allir einu það nú sammerkt að þeir vilja lægri vexti. En á sama stað, ef við horfum kannski sérstaklega á fyrirtækin, að þá hefur orðið töluverð útgjaldaaukning undanfarið sem þau hafa ráðið við vegna þess að sama tíma hefur verið uppsveifla í þjóðfélaginu. Og nú svo komið að horfum út frá efnahagsreikningnum líka að fyrirtækin vilja fara að stækka við sig, þurfa að endurnýja og þá þurfa þau að gera áætlanir til langs tíma. Og þá skiptir miklu máli að hafa fyrirsjáanleika. Og ég myndi segja það að Seðlabankinn með varðandi peningamálastefnu hans, þeir eru að reyna að halda verðbólgu á ákveðnu striki en jafnframt eru að reyna að lækka vexti og ég líti á þetta þannig að þetta sé að þeir lækka vexti svo gefa þeir efnahagslífinu ákveðið andrými og athuga hvort að jafnvægi sé náð og halda svo áfram og vonandi þá náum við þetta að lækka vexti ennþá frekar og það vilja allir. Meniga í alþjóðageiranum og við erum yfir 90% af okkar tekjum erlendis frá. Við rekum eina af stærri hugbúnaðardeildum landsins og nær öll störfin í okkur eru vel launuð, eftirsótt, sérfræðistörf í alþjóðaviðskiptum. Ein af helstu áskorunum okkar í rekstri og uppbyggingu Meniga undanfarin ár hefur verið sveiflur í gengi krónunnar. Og nú svo komið að við veirum okkur við að bæta við starfsfólki hér, jafnvel þó hér sé heimsklassa hugbúnaðarfólk og horfum þá frekar til starfstöðu okkar í Stokkhólmi eða Varsjá. Auðvitað myndi betri hagstjórn og betri stjórn peningamála hjálpa, en sagan þar ekki mjög traustvekjandi og í mínum huga augljóst að stærð myntkerfisins stór hluti af vandamálinu. Það sést skýrt á því að þegar gengur vel í einum geira eins og ferðamannaiðnaðinum að þá hefur það getað styrkt gengið 10% eða þegar stór sjóður í leit að vaxtamuna hagnaði getur haft umtalsverð áhrif eins og gerist hér fyrir nokkrum árum. Í mínum huga því augljóst að hag Íslands betur borgið sem hluta stærra myntkerfi, annarkvort með aðild eða einhliða upptöku, kostirnir við það vega mun þyngra heldur en gallarnir.